Færri í atvinnuleit nú en á sama tíma í fyrra og enn vantar fólk til vinnu á ýmsum sviðum. Þetta segir framkvæmdastjóri Capacent ráðninga sem á ekki von á að atvinnuleysistölur hækki hratt á næstunni. Lilja Valgerður Pétursdóttir. Þrátt fyrir fréttir af samdrætti hjá fyrirtækjum og uppsögnum eru enn margir tilbúnir að ráða fólk í vinnu. Þannig má í dag bæði í Morgunblaðinu og í Fréttablaðinu sá fjölmargar atvinnuauglýsingar. Hjá ráðningarskrifstofum segja menn enn mikla eftirspurn eftir fólki á hinum ýmsu sviðum, svo sem eftir verkfræðingum og vélstjórum, svo eitthvað sé nefnt. Framkvæmdastjóri Capacent ráðninga segir svipað marga vera að ráða fólk á sama tíma í fyrra. Hins vegar séu færri að leita sér að starfi. Okkur grunar það sé vegna þess að eins og ástandin hefur verið lýst undanfarið þá fólk hreinlega bara varfærnara. En það hefur verið og síður að hugsa að skipta starf vegna þess að það vil frekar hafa starfin að taka áhættuna að skipta. Hann á ekki von á því að atvinnuleysi aukist hratt á næstunni. Þeir geira sem að fara harðast út úr þessu, annars vegar fjármálageirinn og hins vegar byggingageirinn. Fjármálageirinn svona mestuleyti búinn að gera þær ráðstafanir sem hann ætlaði að gera og byggingageirinn hann að segja upp fólki sem að kemur sennilega ekki inn á íslenskar atvinnuleysistölur. Við höfum ekki haft áður jafn mikinn stóran hóp af erlendu verkafólki sem að sennilega fer frekar heim til sín heldur en að vera í atvinnuleysi á Íslandi. Þannig að byggingamarkaðurinn hefur náttúrulega haft flesta þarna og flestir í uppsögnunum þar fara sennilega aftur heim.